Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Biðjum. Himneski Faðir, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpa okkur að syrgja ekki eins og þeir sem ekki hafa von, en hjálpa okkur að sigrast á óttanum við dauðan í öruggri von upprisu og eilíft líf. Lát okkur vera minnug þess að þú telur daga okkar, svo að við megum öðlast viturt hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Blessa okkur þessa stund í helgidómi þínum og lát okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son, Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen.
Í Davíðssálmum standa þessi orð: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns, áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar er þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til dufsins og segir: hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár er í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðinn, já, eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Og postulinn ritar svo: Enginn okkar lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við Drottni, og ef við deyjum, deyjum við Drottni. Hvað sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við Drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Þannig hljóðar heilagt orð. Brjósti mínu býr eirðarleysið.
Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hef ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Við komum hér saman í sorg til að kveðja Jóel Halldór Jónasson. Í fyrstu Mósebók standa orðin sem við skulum hugleiða í samhengi við líf hans og ævistarf. Svo lengi sem jörðin stendur skal hvorki linna sáningu né uppskeru, frosti né hita, sumri né vetri, degi né nóttu. Þessi orð eru hvatningarorð sem Drottinn mælti til mannanna eftir að flóðið mikla hafði nánast eytt öllu. Hann hvatti þá til að ganga til sinna hefðbundnu starfa á ný,
í takti við gang náttúrunnar, að yrkja jörðina, nýta orku sína og dug til þeirra verka sem lífið krefst af okkur. Og þegar horft yfir líf Jóels, sjáum við að þetta bregður upp mynd af hans lífi, að ganga til starfa í takt við gang árstíðana, sumar og vetur, dag og nótt, og vera vakinn og sofinn yfir öllu því sem honum var falið. Á þessari stundu þegar sorgin sækir að, eru þessi orð jafnframt hvatning til þeirra sem eftir lifa, til að horfa fram veginn, til að halda áfram því góða verki sem hafið er. Hvorki sáningu né uppskeru skal linna. Haldið áfram þó ekki sé allt eins og það hefur áður verið. Þessi orð draga upp mynd af Guði sem vakir yfir hverju og einu okkar og hvetur okkur til góðra verka. Jóel Halldór Jónasson, eins og hann hét fullu nafni, fæddist á Læk á Skógarströnd þann 27. október árið 1944. Faðir hans var Jónas Guðmundsson og móðir hans Lára Jóelsdóttir. Elstu bræður Jóels voru Birgir og Baldur, sem báðir eru látnir, en næst í röðinni eru Lilja Sofía og Guðmundur Þórður. Jóel var næst yngstur, en Herdís yngsta systirinn. Fæddist Jóel þegar Jóel var 6 ára. Eftirlifandi systkini Jóels, þau Lilja Sofía, Guðmundur Þórður og Herdís, kveðja nú bróður sinn í þökk fyrir samfylgdina í gegnum lífið og allar góðar minningar sem geymast. Mér langar líka hér að flytja svohljóðandi kveðju frá börnum Guðmundar sem búsett eru í Noregi. Anna María og Jónas og fjölskyldur þeirra biðja fyrir innilegar samúðarkveðjur til fjölskyldunar og biðja Guð að blessa minningu Jóels frænda síns. Einnig barst hingað kveðja frá Magnúsi og Oddníu á Keisbakka, sem hefði svo gjarnan vilja vera hér í dag, en eru stödd erlendis, og báðu fyrir innilegar samúðarkveðjur til Halldísar og fjölskyldunar. Jóel ólst upp á Innra Leiti á Skógarströnd á norðanverðu Snæfellsnesi. Hann lauk grunnskólaprófi á Dröngum 14 ára gamall. Hann ólst upp við öll hinn hefðbundnu sveitarstörf þess tíma og búskapur varð hans ævistarf. En hafið var aldrei úr augsýn með sín gjöfulu fiskimið og sem ungur maður stundaði Jóel sjómennsku og fór á vertíðir sem þóttu hverjum manni holl reynsla. Hann var góður fjárbóndi og stundirnar úti í fjárhúsi eftir gjöf þar sem hann gat setið og hort á kindurnar sínar voru gæða stundir. Það kom snemma í ljós að Jóel hafði líka einstakt lag á hrossum og tamningar stundaði hann áður en hann hóf sinn eigin búskap og reyndar lengur en það og allt fram á 70 aldur. Hann var alla tíð áhugamaður hross og hrossarækt og naut þess að fara í hestaferðir og á hestamannamót. Hann hafði einstakt lag á hestunum sínum. Það var eins og þau skildu hvað hann sagði. Hann gat kyrrt stóð af styggum hrossum með því einfaldlega að segja þeim að vera kyrr. Stundum höfðu menn á orði við hann að hann ætti nú að fara með hestana sína og láta dæma þá, gefa þeim einkunn.
En þá sagði hann, ég veit hve góð hrossin mín eru. Ég þarf ekki að láta neitt segja mér það. Hann var þrjóskari en trippin sem við var að eiga hverju sinni. Þegar þau hentu honum að baki, var hann óðara komin í hnakkin aftur og þó að börnin sem stundum horfðu á aðfarirnar sipu kveljur við bylturnar sem hann hlaut, kom ávallt í ljós að hann var ómeiddur. Jóel hóf sambúð með Ingu Magnúsdóttur og gengu þau í hjónaband. Inga fæddist 18. apríl árið 1952 en hún lést af slysförum 27. júní árið 1986 en þá höfðu leiðir þeirra skilið. Inga átti soninn Bergþór Inga þegar þau Jóel kynntust og gekk Jóel honum í föðurstað. Bergþór Ingi fæddist 23. desember árið 1971 en hann lést í maímánuði árið 2015. Jóel og Inga eignuðu saman 5 börn, Láru sem fæddist 10. júlí árið 1974, Jóngeir sem fæddist 8. desember árið 1975, Evu Maríu sem fæddist 4. september árið 1978, tvíburana Björk Júlíönu og Reyni Magnús sem fæddust 25. febrúar árið 1982. Jóel hóf sambúð með Halldísi Hallsdóttur árið 1987 en þau gengu í hjónaband þann 12. febrúar 2011. Halldís átti fyrir soninn Einar Hrafn Aronsson sem fæddist 4. febrúar árið 1976 en hann lést 17. febrúar árið 2016. Bergþór Ingi á Guðbjart Inga, Aron Inga, Ingu Maríu, Emblu Sól, Alexius Þór. Lára á Birgittu Sólveigu. Sambýliskona Jónsgeirs er Lilja Harðardóttir og eiga þau Hörð Jóel, Reyni, Heiðrúnu Ingu og einnig á Jóngeir soninn Jón Gunnar. Eiginmaður Evu Maríu er Davíð Sæmundsson og börn þeirra eru Karen Alda, Steinunn Ösp, Júlíana Ósk og Óskar Smári. Eiginmaður Bjarkar er Ólafur B. Hilmarsson og eiga þau Ármann Huga, Þóru Kolbrúnu og Halldísi Eik. Sambýliskona Reynis er Elsa Rún Erlendsdóttir og þeirra börn eru Ronja Björk og Ellý Röfn, en Reynir á einnig soninn Jóel Helga. Langafabörnin eru orðin 3. Það er því orðin dágóður hópurinn sem hann hefur haldið utanum ævina. 2 stjúpsynir, 5 börn, 20 barnabörn og 3 barnabörn. Jóel hóf að stunda sinn eigin búskap á Þorbergsstöðum í Dölum en fluttist síðan að Svarfhól þar sem hann bjó til ársins 1976. Þá flutti hann með fjölskyldu sína suður þar sem hann stundaði sjómennsku næstu 7 árin. Leiðir hans og Ingu skildi og þá fluttist hann með 2 elstu börnin í Borgarnes. Þaðan á leiðin heim á æskustöðvarnar á Skógarströnd og hann keypti bíltól og síðar læk. Þegar Inga lést árið 1986 komu börnin til hans í sveitina og hann barðist hart fyrir því að geta haft þau hjá sér. Hann vann hörðum höndum til að hafa í þau og ól þau upp í aga og reglu þó að grín og glens
væri aldrei langt undan í þeim samskiptum og þolinmæðin alltaf til staðar þegar mikið gekk á hjá börnunum. Hann réð til sín ráðskonur og jók við sig vinnu til að geta haldið fjölskyldulífinu gangandi, en kenndi börnunum sínum leið að vera sjálfstæð og vinnusöm. Hann hafði gaman af að vera með börnum sínum og tók þau gjarnan með í verkin sem þurfti að sinna. Þau fóru líka með honum í bæjarferðir, á samkomur og í heimsóknir á aðra bæi. Hann vildi kenna þeim vel á lífið og gera þau sjálfbjarga og ábyrg. Hann naut þess líka að umgangast barnabörnin sín og hélt því fram að þau væru nú mun stilltari en hans eigin börn hefðu verið. Hann naut þess að eiga gæðastundir með afabörnunum, hafa þau með í fjárhúsin eða leyfa þeim að sitja á traktornum, tefla við þau eða spjalla og heyra hvað þau voru að hugsa. Honum leið best þegar hann hafði fólkið sitt hjá sér. Árið 1987 reyndist gæfuár í lífi hans og barnanna. Þá kynntist hann Halldísi Hallsdóttur sem reyndist honum alla tíð góður förunautur sem hélt fallega utanum alla fjölskylduna með honum. Hjónaband þeirra var alla tíð farsælt og gott og Halldís saknar nú vinar úr stað. Þau stóðu þétt saman í hverju því verkefni sem að höndum bar og verkefnin voru ærin. Þau ræktuðu upp góðan fjárstofn og hugsuðu af alúð kindurnar sínar og var meðalvigtin á búinu alltaf í samræmi við það. Jóel var ekki einungis bóndi, hestamaður og mikill fjölskyldumaður, heldur stunda hann ýmis störf og átti mörg áhugamál sem settu svip sinn á daglegt líf þeirra saman. Það voru sláturvertíðir í Búðardal, lax- og silungaveiði, var grenjaskytta, naut þess að ferðast landið sitt, söng í kór og lét sér málefni kirkjunnar sinnar varða. Hann hafði gaman af að horfa á góðar bíómyndir eða sakamálaþætti í sjónvarpinu og sækja tónleika og aðra menningar viðburði. Þó hann væri hægur og frekar hlédrægur maður, naut hann þess ekki síst að vera í góðum félagsskap, var sem sagt félagslyndur. Halldís naut þess ekki síður en hann að vera innan fólk og var alla tíð gestkvæmt á heimili þeirra og móttökurnar alltaf höfðinglegar, hvert sem bar að garði og hvaða tilefni sem var. Þegar hann fór að vitja grenja, fóru Halldís eða einhver barnanna stundum með og ef tófa fannst var ferðafélaginn sendur heim með hrossin og lá hann þá tímunum og jafnvel dögum saman og beið færis. Eitt sinn var hann í grenjaleit í Bakkafellinu og var þá stoppaður af löggunni sem bað að fá að skoða byssuna. Það var þá regla að eingöngu mátti bera byssur sem tóku 3 skot, en í magasíninu hjá Jóel voru 4 skot. Þegar löggan benti góðlátlega á hver reglan væri, svaraði Jóel að bragði: Ég er bara ekki betri skytta en það að ég þarf á öllum þessum skotum að halda. Og við það var látið sitja. Jóel átti einstaklega góðan smalahund þegar hann var ungur bóndi og var eftirsóttur smali á sínum yngri árum. Ekki bara vegna síns eigin
ágætis að hann taldi, heldur ekki síður vegna þessara góðu eiginleika hundsins. Hann endurtók þennan leik síðar á ævinni þegar hann fékk sér hreinræktaða border collie tík sem hann þjálfaði af miklu eljusemi og sótti sérstakt námskeið í sveitinni. Hann hélt litlum hópi kinda eftir heima það sumarið svo að hægt væri að kenna tíkinni taktana sem dygðu. Hundurinn Snúlla varð enda frábær smalahundur og smalaði með honum heimalöndin og fóru þau í ófáar leitirnar saman. Eftir að börnin voru orðin stálpuð og fluttað heiman, réðu þau Jóel og Halldís til sín vinnukonur erlendis frá sem urðu alltaf hluti af fjölskyldinu og eru enn. Þau munaði nú lítið að bæta á sig nokkrum dætrum. Stúlkurnar voru fljótar að læra íslensku því að ekkert annað mál var talað á þeim bænum eða í sveitinni. Sumar þeirra komu ár eftir ár til lengri dvalar eða styttri. Það ekki hægt að kveðja Jóel án þess að minnast á allt það góða starf sem hann vann fyrir kirkjuna á Breiðabólstað og þau hjónin bæði. Jóel var samviskusamur og natinn kirkjuvörður og sóknarnefndarformaður á Breiðabólstað og hringjari að auki. Það var hægt að stóla á hann í stóru og smáu. Messurnar höfðu alveg sérstakt yfirbragð, eyjarnar úti fyrir á firðinum og landið svo nærri og hljómurinn í orgelinu einstakur. Svo var messukaffi heima á Bíldhól, borðin svignuðu undan krásunum og allir fóru þaðan sælir og glaðir eftir góða samveru. Jólin var færðin stundum erfið og fólk kannski með gesti heima hjá sér og þá kom Halldís með kaffi á brúsa og smákökur og sló upp kaffisansæti í kirkjunu svo enginn þyrfti nú að fara svangur heim. Þessar stundir eru einstakar í minningunni og við hjónin erum þakklátt fyrir allar þær góðu minningar sem varðveitast í kringum kirkjustarfið þar. Við söknum vina úr stað. Þegar Karl Sigurbjörnsson, biskup, og kona hans komu í Vísitasíu fyrir nokkrum árum, heimsóttu þau auðvitað kirkjuna á Breiðabólstað, en þar þjónaði Sigurbjörn Einarsson sín fyrstu prestskapar. Að stundinni í kirkjunni lokinni var boðið í kjötsúpu á Bíldhól. Kjötið auðvitað heimaslátrað og grænmetið úr garðinum fyrir utan. Karl hafði sterkar taugar til kirkjunar, en súpan hennar Halldísar var honum minnisstæðust frá þessum degi. Það átti ég eftir að heyra oft síðar. Fyrir rúmu ári var komið að stórum tímamótum í lífi þeirra Jóels og Halldísar, en þá var heilsu Jóels tekið að hraka. Þau fluttu þá hingað í Borgarnes og naut Jóel umönnunar starfsfólksins á dvalarheimilinu Brákarhlíð. Þann 16. mars síðastliðinn var komið að leiðarlokum Jóel kvaddi þennan heim í faðmi fjölskyldu sinnar á Landspítalanum í Fossvogi. Svo lengi sem jörðin stendur skal hvorki linna sáningu né uppskeru, frosti né hita, sumri né vetri, degi né nóttu. Hið daglega líf mannsins viðfangsefni heilarar ritningar og Jesús tók iðulega dæmi af hinu daglega lífi sem allir þekktu til að koma boðskap sínum til skila. Bóndinn sáir í von uppskeru. Hann ræður ekki hverju frægi,
en hann gerir það sem í hans valdi stendur til að sem mest af því falli í góða jörð. Þetta er í raun líking af lífinu. Það var svo margt gott gefið með lífi þess sem hér er kvaddur og hann hafði þegar uppskorið ríkulega. Fram á síðasta dag hafði hann fólki sitt í kringum sig og allur sá kærleikur sem hann var umvafinn var styrkur hans í lífi og í dauða. Sá kærleikur er að verki í allri tilverunni, í gleði og í sorg. Og þeim kærleik hafði Jóel helgað líf sitt og sá kærleikur varir að eilífu. Aldur og ævi mun Drottinn Guð vor leiða oss, segir í Davíðssálminum. Og orð Jesú Krists eru endurvarp þeirra orða þegar hann segir: hjarta yðar skelfist ekki, né hræðist. Hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Við kveðjum Jóel Halldór Jónasson hinstu kveðju og felum hann í hendur kærleiksríkum Guði. Dýr sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Það verður sungin hérna söngur hérna eftir, þannig týnir tíminn, og ég var beðinn að biðja ykkur sem eru í kirkjunni að taka vel undir. Endilega.
Guð, Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð, Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líf þínum Ísrael. Skulum biðja. Lifandi Drottinn, vertu okkur nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin, svo að við studd náðinni hljótum þá arfleifð sem þú hefur kallað okkur til. Blessa okkur öll í lífi og dauða. Blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð og lát þær bera þér vitni, okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur Jóel. Við felum þér hann og framtíð okkar allra. Veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Drottinn Jesú Krist. Amen. Og allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn, gefi dánum ró, en hinum líkn er lifa. Amen. Meðtakið blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Og Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen.